Komið sælir og blessaðir kæru hrútar. Þá komið að eldmerkjunum sem eru hrútuljón og bogamaður og þið eru fyrstir í röðinni, hrútar góðir. Núna er ég að lesa sambönd eða samskipti í ykkar lífi. Það getur verið ástarsambönd, vinasambönd eða einhver tenging sem ykkur langar að skoða betur eða fá svör við einhverjum spurningum Og þetta eru spilin sem ég ætla að nota í kvöld og þá skulum við bara byrja. Ok, kæri hrútur. Hér virðistu hafa staðið kannski í einhverjum stórræðum undanfarið en varðandi samskipti og sambönd, en þú hefur valið þér þína leið. Þú hefur ákveðið hvað borgaði sig og hvað ekki varðandi eitthvað samband. Og í dag sýnist mér eins og sé bara svona mikið jafnvægi og velíðan í þínu lífi varðandi samskipti. Og þú færð hérna spil sem heitir bara draumar rætast. Þannig að það er eitthvað að ganga upp sem að þú ert búin að leggja þig fram að gera vel. Einhver velgengni sem að hefur tekist hérna. Kannski er þetta eitthvað sem að þú ert búin að bíða lengi eftir að skili sér inn í líf þitt. Hér kemur bátur eða skip, seglum þöndum inn til þín og þetta er eitthvað sem að þú ert búin að vinna fyrir og átt vel skilið. Tilfinningi sem ég fæ með þessu er svolítið bara, og þú ert með þetta allt á hreinu, þú veist hvað þú vilt og þú veist hvernig þú átt að nálgast það. Og samkvæmt þessu ertu ekki voðalega mikið að velta þér upp úr einhverjum erfiðum hugsunum eða tilfinningum. Það er eins og það tímabil eða sú staða sé liðin í lífinu, allavega tímabundið. Já, eins og ég segi, bara gott jafnvægi og velíðan sem kemur hérna upp. Það er eitthvað nýtt samt framundan sem þú ert að fara að takast á við. Það getur verið nýtt verkefni eða nýjar pælingar og við sjáum kannski bara þegar að framvindur í lögninni hvað það hefur í för með sér. Ef að þetta fjallar aðra manneskju í lífið þínu, þá getur verið að sú tiltekna manneskja hafi komið inn í lífið þitt svona sem nokkurs konar verðlaun eða ekki það að manneskja sé verðlaun en og þú upplifir það þannig allavega. Og loksins gerðist eitthvað gott í lífi mínu og þetta er það sem ég á skilið. Þú hefur haft fulla trú á sjálfum þér. Þetta myndi ganga upp. En ef þetta er ekki beintengt við einhver ákveðna mannesku eða ástarsamband eða slíkt, þá geti þetta verið bara þín staða, til dæmis innan fyrirtækis eða bara á vinnustaðnum og þú sért að fá hrós og viðurkenningu fyrir bara vel unnin störf sem að koma þá inn á sambönd við aðra eða samskipti og þú sért sá í fyrirtækinu þínu eða á vinnustaðnum sem að ert að inna það vel af hendi og hafa samband við aðra og vinna með öðrum. En við skulum sjá aðeins meira. Ok, kæri hrútur. Hér er
ný byrjun að hefjast hjá þér, nýtt tilfinningalegt upphaf. Þetta gæti verið í formi þess að verða skotin. Kannski ertu nýbúin að byrja á einhverju nýju verkefni sem á hug þinn allan núna og svona tilfinningar þínar varðandi það og veljanin varðandi það að vera að gera eitthvað sem að, já, bara þú elskar að gera, byrjuð að svolítið að svona að flæða inn í lífið og þú ert farin að njóta kannski einhverja þátta í lífiðinu betur en áður. Einhverjir eiga kannski von á barni eða barnabarni. En þessi veljan eða þessi kærleikur sem hér að hefjast, hér stendur love begins, ástin byrjar. Hún hefur kannski orðið til þess að þú hefur ákveðið að breyta til, halda í einhverja aðra átt, halda áfram þá leið sem að að kalla á þig. En síðan færðu hérna þessa áttu sem að talar að þú sért að draga þig í hlé. Þannig að það svolítið tvöföld skilaboð hérna í spilunum þínum. Að ástin, tilfinningin fær þig til að halda áfram og stíga út fyrir einhvern þægindaramma. En í kjölfarið dregur þig aðeins í hlé, kannski þarftu bara aðeins að melta þessa nýja tilfinningu sem þú hefur. Kannski þarftu bara að passa að hún svona, að þessa tilfinninga verði þér ekki megn. Við erum ekkert alltaf tilbúin fyrir tilfinningarnar þegar það sýna sig loksins. En ef við segjum að þetta varði aðra manneskju í lífiðinu, þá sýnist mér sú manneskja vera mjög staðföst og vanta svolítið sveigjanleika. Þannig að það eitthvað verkefni fyrir þá manneskju að svona stíga niður fæti og láta ekki hnika sér á einhvern hátt. Ef til vill hún bara með smá kvíða eða hrædd við hið óþekkta. Þannig að hennar verkefni svolítið bara að standa föst á sínu. Þetta verður til þess að verður smá núningur á milli ykkar og tilfinningaflæði kannski verður ekki alveg eins og það annars ætti að vera. Og ég ekki viss að þetta fari vel í þig, kæri hrútur. Þú vilt bara svolítið halda áfram, láta hlutina gerast. Og það getur verið svona í og með ástæða fyrir því að þú hefur ákveðið að halda áfram og draga þig bara aðeins inn í skelðina eða draga þig út úr þessu sambandi eða þessum samskiptum. Það getur valdið hinni manneskjunni einhvers konar sorg eða tilfinningalegum særindum. Það má líka vera að þessi manneskja hér sé að glíma við eldri tilfinningaleg særindi eða missi sem að svona ýfist upp í þessu nýja sambandi ykkar. Allavega virðist þessum einstaklingi ekki líða mjög vel og finnst eins og hann sé svolítið fastur og það í raun og veru hans eigin hugur sem að festa hann eða valda því að hann kemst ekki áfram. Enn og aftur þá það kannski partur af því að þú hefur ákveðið að halda áfram og jafnvel þá án
hans, eða þú hefur ákveðið bara að gefa þessari mannesku bara smá tíma fyrir sig til að komast yfir einhverja hluti eða eða gefa þessari mannesku tækifæri til að sjá sambandi ykkar í öðru ljósi. Það er að segja að þú ert að reyna að forðast of mikla pressu. Og akkurat á næstunni eru spilin að tala sko að verði tími þar sem er jafnvel aðskilnaður á milli ykkar. Þar sem að þú ert að draga því í hlé tilfinningalega og þar sem að hin manneskjan er í raun og veru lokuð inn í sjálfur í sér svolítið, skulum við segja, eða lætur óttan svolítið stýra sínu lífi. Þetta er ekki góð staða að vera í, enda þið sjáu það báðar manneskjurnar snúa baki og sita í hálfgerðu hnipri og eru ekki tilbúna til að takast á við það sem er fyrir framan þær eða horfast í augu við hlutina. En þetta er bara staða sem getur komið upp hjá öllum og eftir sem að við tökum fleiri spil þá kannski fáum við aðeins nánari útskýringu. Mér sýnist þú taka svolítið á málum af skynsemi. Það er verið að ráðleggja þér hérna bara að hlusta á innsæið þitt og ég held að þú sért að gera rétt í því að vera ekki að leggja of mikla pressu á hinn aðilann sem að kom hérna upp. Þú ert bara hérna að einblína á það að njóta lífsins, hugsa sjálfa þig, hugsa réttu næringuna, bara að reyna að hafa gaman af og reyna að njóta þess að lífið gefur. Ef að þú ert móðir þá geti móðurhlutverki verið dálítið stórt á næstunni og þú ert að klára hérna einhvern stóran kafla í lífið þínu, tilbúin að taka á móti einhverju nýju leið og þú klárar þann kafla. Hvað sá kafli felur í sér sé ég ekki skýrt, en hann gæti til dæmis falið í sér að þú sért að fæða í heiminn nýtt verkefni, nýjar hugmyndir eða hreinlega nýjan einstakling, talandi hérna móðurhlutverkið áðan. Þú getur verið að sinna sjálfum þér betur heldur en þú hefur nokkuð tíma gert áður og hefur ákveðið að taka sjálfa þig, kæri hrútur, sem nokkurs konar verkefni, taka þig svona fyrir. Hin manneskjan er sýnd hérna í smá biðstöðu og hún er að leita að jafnvægi líka. Hefur verið, þar sem hefur verið ójafnvægi hjá henni, þar mun komast jafnvægi á. Það er mjög fallegt hér, falleg birta sem kemur hérna inn með þessu spili hérna, stúlkan sem er hérna með svona dansandi eldhnött. Þetta finnst mér vera pínlítið bara eins og ný byrjun á einhverju mjög gefandi í þínu lífi eða ykkar lífi saman. Ég sagði áðan að þið væruð hérna líklega aðskildir, báðir aðilar.
Þessi sól hérna eða þessi blómi sem að kemur hérna getur átt við ykkur sitt í hvoru lagi eða líka saman. Það fer bara eftir, þetta náttúrulega ekki eins fyrir alla. En þetta fallega jafnvægi, fyrirgefning og sættir og heilun kemur hérna inn sem lokaspilið í þessum áfanga og það mun gróa heilt, ef ég get sagt svo, á milli ykkar. Þó að það þurfi kannski ekki að vera eitthvað stórt sem þarf að græða. Það getur verið til dæmis bara að það skorti eitthvað upp á ákveðin samskipti. Eða það að þessi tími sem að þið eruð í sundur sé nokkurs konar svona gap sem að þarf aðeins að græða eða sem þarf heilunar við. Allavega tekst ykkur mjög vel að sameina hérna svona ykkar hugsanir, ykkar framtíðarplön langar mig að segja. Og þessi bleiki fallegi litur sem er hérna í þessu spili táknar bara hreinan og kláran kærleika og ást. Það er ákveðið æðruleysi yfir þessu öllu saman. þar sem að þú hefur ákveðið svolítið bara að sleppa tökum og leyfa hinni manneskjunni að gróa, skulum við segja, eða ná tökum á því sem að hún hefur þurft. Og með því að gera það, með því að temja þetta æðruleysi, þá hefur þú komið svo miklu jafnvægi á flæðið á milli ykkar. Það er eiginlega það sem ég er að sjá hérna. Það eru engar stórar kúvendingar hérna, það er ekki neinir flugeldar eða hérna stórir atburðir, allavega ekki ennþá, en ég er ekki búin að taka öll spilin, þannig að hver veit hvað kemur. Mér líst allavega mjög vel á þetta sem að komið er. Það eru rólegheit sem svífa hérna yfir vötnum. Ekki mikið af einhverjum sterkum tilfinningum. Heldur finnst mér þetta frekar vera eins og sterk vinátta, eða það að þið þekkist mjög vel. Báðar manneskjur eða báðir aðilar. Það er meira einhvers konar svona samhljómur sem ég finn fyrir og sem kemur hérna fram. Ok, höldum aðeins áfram. Já, hrútur minn góður. Það sem ég tek fyrst eftir hérna er að staðfestingin á þessu spili sem kemur hér, þetta er í raun og veru sama spilið. Það heitir Observe og Sacrifice hérna á einu spilinu. Þetta er spil sem að táknar æðruleysi, táknar bið og íhugun og það að skoða hlutina frá öðru sjónarhorni en venjulega. Og þetta er spil sem táknar frelsi og það að sleppa tökum. Og það er hérna tvöfald staðfesting á þessu. Og þetta finnst mér eiga við báða aðila sem við erum að tala hérna. En aðalega finnst mér þetta eitthvað sem að hinn aðilinn, það er að segja hinn manneskjan, er og þarf að tileinka sér. Í einhverjum tilvikum gæti, afsakið, aðeins að laga ljósið hérna,
glampar svo á. Einhverjum tilvikum gæti hérna verið að ræða að hinn manneskjan sé að glíma við einhvers konar fíkn eða einhverja erfiðleika sem að taka svolítið yfir líf hennar. Og þar kemur æðruleysið einmitt svona sterkt inn sem ég móteitur langar mig að segja, sem lausn, sem bati, eða sem leið til bata, skulum við segja. Og enn og aftur, ég held að þið séu þriðja eða fjórða merki sem að fær þessa uppröðun hérna. Þetta virðist vera svolítið þema í þessum lesturum núna og það er það að finna línuna á milli þess að hafa styrka stjórn og að sleppa tökum. Keisarinn kemur hérna inn með rosalegum krafti, með mikla karlorku, mikla framkvæmda orku og stjórnun. Þetta spil heitir Authority í þessum stokki. Og síðan er spilið hérna á hinum endanum Sacrifice. Þannig að, og Temptation er á milli þeirra. Og Temptation er í raun og veru, já bara eins og nafni gefur til kynna, freistingar hvers kyns, fíkn og svona skuggahliðar á mannssálinni. Eða bara í lífinu okkar, skulum við segja. Þetta spil heitir í hefðbundnum tarotstokkum djöfullinn. Þetta bara vísar til þess að manneskjan sem umræðir gæti átt í erfiðleikum með þessa þætti í sínu lífi og er kannski eitthvað að ströggla við að hafa stjórnina og reyna að finna réttu leiðina með svona hæfilegu skammti af æðruleysi og því að bera ábyrgð. Það getur bara oft verið mjög snúið. En á meðan, eins og ég sagði áðan, þá finnst mér þú, kæri hrútur, fara svolítið snilldarlega að því að halda þig pínlítið á hliðarlínunni. Sýna kannski stuðning, en vera algjörlega tilbúin bara til að byrja nýja byrjun í þínu eigin lífi. Treysta bara almættinu til að sjá fyrir þér og horfast bara í augu við óttan og taka því sem kemur. Og enn og aftur, afsakið hérna pípið í símanum mínum, enn og aftur kemur upp hérna sama spilið. Hér heitir það Embrace og hér heitir það Universe. Þetta er spil sem táknar það að ljúka verkefni, að ljúka kafla og takast á við nýjan kafla. Og síðan kemur þessi fallega stjarna, þetta fallega ljós, þessi hnöttur hérna með vonina og hnötturinn sem kom hérna áðan var ekki síðri. Þannig að það er von hérna, von eitthvað annað og meira, eitthvað annað og betra. Kannski von sterkari tengsl á milli ykkar eða von bata fyrir báða aðila, sitt í hvoru lagi eða saman. Spilin sýna þig allavega í góðum málum, hrútur minn góður, og ef að þessi samskipti hér verða þér á einn eða annan hátt megn, þá held ég að þú munir ekki eiga neitt erfitt með að taka þig bara út úr jöfnunni
ef að þér sýnist að það verði sko það sem þú þurfir að gera. Ég get ekki séð hérna beint svona hvað þú gerir, en það kemur kannski meira í ljós á eftir, við erum ekki alveg búin hérna með spilin. En þetta svona allavega ferli á næstunni, svona er mér sýnt það. Og þið eru svolítið, þú og þessi manneskja, þið eruð ekki alveg að fara sömu leiðina eða feta sama veginn, vegna þess að þið eru bara ekki að takast á við sömu hluti akkurat núna á sama tíma. Og ekkert óeðlilegt við það er bara ósköp eðlilegt. Þó að ástarsamband sé að ræða og aðilar geti verið samrýmdir, þá það ekki þannig að hluti gerist í sömu röð á sama tíma fyrir okkur. En höldum aðeins áfram. Nú ég búin að draga hérna orkustöðvarspil, eitt fyrir þig og annað fyrir hina manneskjuna, og þetta eru 2 af 7 aðal orkustöðum líkamans að mér skilst. Orkustöðin sem að þér úthlutuð hérna hálsstöðin, throat chakra. Hún hefur að gera með tjáningu. Svona, það svona grunnmerkingin, eða hennar grunnhlutverk skulum við segja. Bara hérna vísbending til þín að hafa tjáninguna þína á hreinu, vera með heiðarleg og skýr skilaboð, segja hlutina frá þínu brjósti og kannski tjá eitthvað sem að þú hefur ætlað að tjá lengi eða eitthvað sem þú hefur bælt niður. Það allavega skipti máli virðist vera að tjáningin sé í lagi í þessum samskiptum, og það getur líka átt við hina manneskjuna að hún hafi ekki tjáð sig mikið á móti eða svarað eins og þú hefði vonast eftir. En svo lengi sem að þú heldur hálsstöðinni opinni og heldur þar með tjáningunni opinni, þá bara ættir þú að vera í góðum málum. Orkustöðin sem að hin manneskjan fær hérna krúnustöðin eða höfuðstöðin. Fyrir mér hún alltaf bara þessi beina tenging við almættið. Bein tenging við Guð, já, hvað sem þú vilt kalla það, æðri mátt. Ef til vill þetta stöð hjá hinni manneskjunni sem að eitthvað stífluð eða þarf að vinna í, og það kannski hluti af þessu bataferli sem að hún í. Og partur af því að vera hérna í æðruleysinu þetta bara að hætta að stjórna, sleppa bara tökum og leyfa almættinu bara að sjá hlutina. Og með því að vera með höfuðstöðina virka og opna, þá hefur meiri og meiri möguleika á því að tengjast almættinu sterkari böndum, skulum við segja. Þetta svona mín tilfinning allavega fyrir þessu. Höldum áfram, já. Ég ætla að taka spil hérna fyrir ykkur, þig og hina manneskjuna. Eitt spil frá þér, hvað vilt þú segja manneskjunni sem hér ræðir?
og síðan spil frá henni. Hvað vill hún segja við þig? Kíkjum fyrst á spilið þitt. Hér bara sameining, gifting, sálartengsl, soul connection, eilíf ást og loforð sem endist að eilífu, sem nær út fyrir gröf og dauða. Nú spurning, þetta það sem þú óskar þér og ykkur? Þetta eitthvað sem að þú kannski þarft að tjá, talandi hálfstöðina? Þetta eru skilaboðin sem að þú vilt koma á framfæri til hinnar manneskjunnar. Þetta afskaplega fallegt 2 hjörtu tengd saman með hringum inni. Og hér stendur wedding rings, þannig að einhver skuldbinding sem að partur af því sem að þú vilt segja. Ok, bara fallegt og ég vona að þér takist bara að tjá það heiðarlega. Hin manneskjan, hvað vill hún segja við þig? Akkúrat, hún vill segja þér að hún að fókusa á sjálfa sig. Hún að vinna í sjálfsvirðinu sínu. Hér tími fyrir heilun. Það tími fyrir það sem kallað á ensku shadow work. Bara að vinna í þínum neikvæðu hliðum, skulum við segja, eða þeim hliðum sem eru í ójafnvægi hjá þér. Og self-appreciation, það að segja að kunna meta sjálfan sig og vera góður við sjálfan sig. Þetta bara nákvæmlega það sem ég var að segja áðan. Manneskjan í þessari vinnu og ef til vill að glíma við fíkn leiðir mann alltaf frá manni sjálfum. Þannig að maður setur sjálfan sig aldrei virkilega í forgang. Ég ekki að tala egoístískan forgang, heldur jákvæðan forgang. Þannig að þið eruð, eins og ég sagði áðan, ekki alveg á sömu nótum, skulum við segja. Það svolítið aðra pælingar hjá þér, virðist vera, samkvæmt þessu. Og manneskjan hinn meira fókuserað á sig sjálfa. Þetta bara gott og blessað og ekkert nema gott þetta að segja. Það tími fyrir allt og kannski tíminn bara akkurat núna ekki réttur, en verður það seinna meir. Annars spil ætla ég að draga svona lítil skilaboð sem þú vilt koma framfæri. The return, endurkoman, einhver úr fortíðinni að koma aftur, mögulegir endurfundir. Ok, kannski þekkist þið síðan úr fortíð, ef þið vill úr barnæsku eða jafnvel úr einhverju fyrra lífi ef þið trúið því. Eða þú að snúa aftur til manneskjunnar eftir ákveðina fjarlægð, ákveðin skilnað, og þetta kannski það sem þú vilt gera, það sem þú að láta vita að sé þín ósk. Hvað vill hún segja við þig? Ok, different love languages, mismunandi ástar tungumál, þeir tjáið ást ykkar eða kærleikan á mismunandi vegu. Og hér stendur líka, það misskilningur á milli ykkar vegna þess að þið tjáið ykkur á misjafnan hátt. Ok, þetta partur af því sem ég var að segja áðan, að þið eru ekki alveg á sömu. Mér langar svo eitthvað að tala víbrasjónir. Þið eru bara ekki alveg að tala sama tungumálið. Varðandi vonir ykkar og væntingar og hvar þið eru stödd. Þú og þessi manneskja. Þannig að það bara gott að það sé upp á borðum og þið vitið af því og
Kannski það bara eitthvað sem að þið þurfið að vinna í, að útskýra betur fyrir hvert öðru hvað þið eruð að meina eða og þú hérna með hálfstöðina þína að passa að koma til skila því sem þú ert að finna fyrir eða hugsa. Og á meðan maður er í bataferli getur tjáningin stundu verið svolítið skrykkjótt og maður á kannski erfitt með að finna nákvæmlega réttu orðin og erfitt með að finna nákvæmlega hvernig manni líður af því að líðanin getur verið svo misjöfn frá degi til dags. En kæri hrútur, ég ætla að draga lokaspilið núna fyrir ykkur, fyrir þig, kæri hrútur, ykkur, kæri hrútar. Ég þarf að passa mig líka, tjá mig rétt. Og það er bara svona fallegt hjarta, vonandi með jákvæðum skilaboðum til þín. Ég vona að þú hefur fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri og allavega að þú hefur haft gaman á honum. Hjarta sem kemur til þín er þetta er spil sem heitir bíddu, wait. Ekki flýta þér of, leyfðu þessu bara að gerast á náttúrulegan hátt og leyfðu náttúrunni jafnvel að taka í taumana, allow nature to take its course, ef þetta er eitthvað þannig málefni. Engin ástæða til að flýta sér og ef þú vilt að þetta gangi upp þá sýnist mér þetta vera svolítið þemað hérna að tíminn er ekki réttur núna. Ok, ekkert nema gott það að segja. Það er margt gott sem getur gerst á í biðtíma. Þá ætla ég bara að þakka þér innilega fyrir að horfa og hlusta, kæri hrútur, og ég óska þér alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur til þín.